Góðan dag. Þú stattur í þætti sem heitir Hljóðmyndin mín og þar ýmislegt tekið fyrir. Já, góðan daginn, kæru vinir, og við ætlum að halda í eitthvað ferðalag saman og ræða svona eitthvað bara sem upp í hugun kemur, og þetta svona, já, auðvitað eintal, ég er ekki að ræða við neinn nema bara þig sem hlustar og þú getur víst ekki því miður, ekki núna, svara tilbaka. Þannig þetta eru ekki beinar samræður, en kannski, vonandi, eitthvað sem við getum allavega skemmt okkur yfir og okkur allavega leiðist ekki yfir. En það ýmsar leiðir sem við þekkjum og höfum auðvitað farið í gegnum okkar tíð og tíma, og þannig að þetta allt saman í einhverju farvegi. Sumir stunda skíðamennsku, aðrir stunda hestamennsku. Með hestamennskuna það að segja að hún í dag svona ein af íþróttagreinunum í raun og veru. En hérna í eina tíð þá var hestamennska bara, menn áttu hesta og þeir lögðu á sína hesta og riðu út sínum hestum. En það leit enginn maður á þetta sem einhverja sérstaka þannig séð íþróttagrein, þó vel megi segja hana, hún hafi samt alltaf verið það svona að ákveðnu leyti. Við munum eftir kappriðunum, þá var það eina sem var keppt í á þessum hestum og ég man ekki alveg hvernig þetta var, og allavega voru hestarnir látnir etja kappi saman og sá sem kom fyrstur í mark, hann hreppti ykkur verðlaun. Ég man ekki alveg hvernig þetta var, hvort þetta voru einhverjar gangaæfingar, skeið, tölt og það metið, en það kemur allavega fljótt inn í þetta. En ég held þetta hafi nú verið til að byrja með, menn kepptu í stökki. Og hesturinn sem kom fyrstur í mark, hann, hreppti sigur, þannig að menn voru að keppa til sigurs þetta. Og það má eiginlega segja það að þetta hafi verið á vissan hátt íþróttum leið. En svona obbi manna átti hest bara til þess að, geta brugðið sér á bak og fannst gaman að sitja á hestbaki í góðu veðri. En hesturinn seinna, var það til að byrja með, þá var hann ekki lengur þessi þarfasti þjónn sem flutti mann og annan milli staða. Það eru til sagnir það alveg, og fleiri en ein og fleiri en tvær, og sagnir sem að þú hefur örugglega oft heyrt að menn áttu hest til þess að komast hraðar milli staða, og þeir kannski heimsóttu mann og annan inn í bæjónum og svo bara hestgreið bundið við garðhliðið eða hvernig sem það var, og meðan eigandinn skrapp inn og fékk sér kaffisúpa og ræddi við mann og annan inn í húsinu, og svo kom bara hann að sínum hesti þar sem hann var skilinn eftir við girðinguna og dýja á bak og hélt heimleiðis. Þannig var þetta til að byrja með. Við munum eftir því að öll vinna, svona obbi vinnu í sveitum, fór fram með hestum. Hestar voru dráttardýrin. Þetta voru bara svona tækin þeirra til að vinna með. En svo fara að koma dráttavélar og slíkjar hlutir til landsins, og þá má segja að hesturinn hafi verið leystur af. Og í einhverja áratugi, ég svo sem ekki alveg með neina tíma á þessu, að þá var bara hesturinn, íslenski hesturinn, hann var eiginlega bara ónotaður. Hann var bara út í haga. Svona mönnum fannst þetta bara vera byrði af því að vera með þessa hesta þarna úti vegna þess að þeir voru ekkert notaði. Því að þeir þurftu náttúrulega sína töðu á veturnar, og margir ábyggilega bara felldu allt sitt hross á stól bara einmitt til þess að þurfi ekki að vera fóður að þessi grei á veturnar. En þetta var svona, ég vil nú ekki segja vandi, en þetta var talað þetta með þessum orðum
á þessum tíma. Ekki veit ég hvenær hestamennska hefst í bæjum, en það er orðin auðvitað mjög langt síðan, áratugir síðan. En ég hugsa að það hafi samt ekkert farið í gang almennilega fyrir en, kannski á milli 50 og 60. Eftir því sem að bílaeignin eykst, þá er alveg ljóst að menn eru ekkert að leggja á hrossin og skreppa í kaffi til kunningja kannski hinum megin í bænum. Ég er ekkert viss að þessi hesthúsa mennska til að mynda, það er örugglega komið eitthvað í gangu í kringu 60. Ég hugsa þetta hafi byrjað 1950 og 1960. Byrja menn að vera með hesta í bæjónum. Og þá verður bara byggð sérstök hesthús fyrir þessi hross. Og þar áttu menn, fá eða marga hesta, hvernig sem það var. Og þessi stemming, hún helst og er í raun og veru ennþá í gangi. Og menn, eins og við vorum að tala um áðan, lögðu á sín hross vegna þess að þeir höfðu gaman að því að umgangast skepnurnar og það er mjög rólegt og róandi að vera innan hross, það get ég alveg staðfest. Einhvern veginn hverfur allur tími þegar að hrossið er annars vegar og sjálfur átti ég nú hesta sem ungur maður og unglingur. Og ég man eftir því að við ætluðum nú bara rétt aðeins að skreppa upp í hesthúsinu, gefa af og svona og þá bara liðu klukkutímanir. Það var ekkert óalgengt á þessum árum að aðrir hestamenn kæmi við hjá okkur eða við hjá öðrum og það var eitthvað spjall út úr því að vísu á þeim árum annað en í dag að þá var nú ekkert verið að bjóða upp á neitt kaffi í þessum hesthúsum en það er gert í dag en svo fór það að koma og svo fóru aðstæður að breytast. Og svo fór að koma inn í þessi keppnisandi í menn. Og menn voru með sína hesta til að ná bara sem mestum árangri í þessum greinum með þessa hesta. Ég man alltaf eftir því þegar þetta var að byrja og þá var ég með hesta. Mér fannst þetta svona svolítið slaft. Mér fannst hestamennskunni þar hnigna. Að því leyti til að hestarnir voru náttúrulega miklu betri, það ég get alveg viðurkennt. En svona andinn sinn var að hafa bara gaman að þessu, hann var allur að sigla út. Ég veit ekki hvort að menn hafi tekið eftir þessu, en ég veitti þessu athygli og mér leist ekkert á þessa bliku, en þetta náttúrulega var þetta bara svona, en ég var ekki að fylgja með og hafði ekki áhuga fyrir því, sko. En svo byrja menn að keppa á þessum hestum. Hestarnir að fara í ræktun og sérði ekki þessa hesta sem þú sást fyrir hálfri öld, mikið af þessum hestum sem þá voru, góðu, bestu hestar þá kannski. Þú sérði ekki þessa hesti í dag, þetta er allt orðið miklu, miklu glæsilegri dýr heldur voru þá. En þá var hugsunin sú, við ætlum bara að hafa gaman að þessu. Menn voru ekkert að velta þessu fyrir sér öðru en því bara að hafa gaman að því að ríða út. Það var svolítið áhugaverð þróun þegar það var. Eins og ég var að tala þá man ég eftir því þegar þetta fór að breytast og menn fóru, eins og við sögðum og hlógum alveg svakalega hátt og mikið, að menn fóru að ríða út eftir kennslubók. Þetta fannst okkur alveg svakalega fyndið. En svo bara var það reglan. Menn bara fara í skóla og læra þetta á einhvern hátt og svo framvegis. Þessi hugsun að hafa bara gaman að því, hún sigldi út. Og það fannst mér, fyrir mína parta, vera viss hnignun. Í dag er þetta orðin atvinnumennska. Og í dag er þetta með þeim hætti að menn spila út á það að fá bikara, verðlaun.
vera í fyrsta sæti. Í eina tíð að þá var bikkjan í algleymingi. Ég segi bikkjan. Þetta voru alls konar hross sem voru notuð og menn ekkit endilega leggja upp úr einhverju restum makka eða neitt þannig. Sumir gerðu það nú reynda, við getum alveg viðurkennt það. Obbi hest, þetta var öllum tegundum og öllum gerðum. Þeir voru að vísu tamdir, þegar það er náttúrulega getað að nota hest sem ekki er taminn. En þetta allt saman var uppi. Þess að þessi hugsun höfum bara gaman að þessu. Það var til að mynda í Hafnarfirði, ég veit ekki alveg í hvað mörg ár það var. Ég er í þessu frá svona 65 gæti ég trúið eitthvað svolítið, þá byrjaði maður í þessu og þá var til siðs og búið að vera nokkuð lengi. Áður en þetta var, ég veit ekki hvenær það byrjaði, að Hafnfirðingar söfnuðu saman þar sem að Sörli var með aðsetur, allavega eftir að ég kem inn í þetta, og þar komu menn bara á sunnudögum eftir hádegi og svo reið hópurinn á stað eftir þetta leyti, ég man ekki hvenær var, kannski klukktíma seinna eitthvað svoleiðis, og það var enginn sem sagði neitt. Menn bara fóru á sunnudögum, þeir sem ætluðu sér að fara, fóru sem sagt hvar sem þau voru með hesta, þar sem að Sörli hafði aðsetur og svo var riðið þaðan yfir til Reykjavíkur, inn í Fákshúsið þar, eftir flóttamannaleiðinni sem þá var mjög lítið farin, þetta er orðið breytt í dag. Að þetta var bara í raun og veru, má segja, reiðvegur á þessum árum. En það var vel hægt að aka hann og það fór einstaka bíll þar en fráleitt að þetta væri algengt að menn væru að nota þessa leið. Og þetta var alltaf gert á sunnudögum. Þetta voru kannski 20-30 mann sem að fóru úr Hafnarfirði og ég man ekki hvort að Kópavogsbúar, nei, ég held að það hafi nú ekki verið þannig, en allavega var farið yfir í Fák í Reykjavík og þar var boðið eða keyptu með sér kaffi og kökur eða eitthvað með því og svo framvegis og riðu svo tilbaka, voru kannski konur á milli 5 og 6 hver með sitt hross í hús þar sem að hesthúsin voru. Við félagarnir vorum í Vesturbæ Hafnarfjarðar en þessi hesthús voru út allan bæ. Nokkur þarna í Vesturbænum og ég veit svo sem ekki alveg hvar þau voru öll þessu hús en þau voru víða. Og þetta eru svona góðir tímar sem voru þá. Og ég man, mér er svo minnist að þessar ferðir úr Hafnarfirði til Reykjavíkur og ég veit að það muna mjög margir eftir þessu á mínum aldri og fólk eldri en ég. En eins og ég segi, þá veit ég ekki hvenær þetta byrjaði, en ég byrjaði að fara í þessa ferðir svona 68, 9, já, eitthvað á þessu róli. Þá var þetta búið að vera í mörg ár. Yfir vetrarmánuðina auðvitað. Hestarnir voru auðvitað í hagagöng og sumrin. Yfir veturinn, þá voru menn að stunda þessar útreiðar sína. Við Vesturbæingar fórum mest vestur eftir eins og við sögðum, riðum kannski út á Garðaskóla og fórum lengra, jafnvel út á Álftanesið eitthvað, en svona oft var farið bara að Garðaskóla, þetta var svona fram og tilbaka ferð, já kannski klukkutími, 1,5 tími sem þetta tók, bara svona til þess að liðka hrossin og hafa ánægjan af því að setja á hestbaki og þetta var mjög sérstakt allt saman. En þá fullyrði ég, voru menn í þessu af því einfaldlega að hafa gaman af því að stússast í kringum þessi hross. Ég var sjálfur aldrei með keppnishest, tók sjálfur aldrei þátt í kappreiðum en maður fór ofta á þessar kappreiðar og naut þess að vera þar.
maður var ekkert að hugsa það að vera með eitthvað hross sem að næði sér í verðlaun, en það voru samt einhverjir sem áttu einhver verðlaun sem þeir höfðu unnið á kappreiðum eitthvað slíkt í kringum mig, en þeir voru ekkert margir. Þetta breyttist allt seinna. Eins og ég segi, þegar fór að koma þessi keppnisandi í menn og menn svona farnir að gera svolítið mikið út á það að fá verðlaun, fá bikara, fá eitthvað skjöld eða eitthvað sem að setti þá á eitthvað stall í þessu, og þetta er ekkert að þessu, ef að menn vilja þetta þá bara gera það. Þannig að það er komin allt önnur hugsun inn. Eins og vorum að tala áðan, og ég man alltaf þetta, ég veitti þessu athygli og ég sagði, ég veit ekki hvort ég vilji vera í þessu. Þannig að það fjaraði líka undan því, ekki kannski endilega út af því að ég væri að horfa á þetta, það voru bara komin önnur viðmið. Ég var ungur þegar ég byrjaði til sjós og þá var maður, náttúrulega hafði maður enga möguleika á því að sinna þessum greyjum, og þá var það að fá ykkur aðra til þess, og þannig var svona smá vesen í kringu það. Þannig að ég losaði mig við öll hrossin, allir það ekki verið svona, svona í kringu 72, ég hef nú verið komin út úr þessu þá, annars man ég ekki þannig séð árin hvenær þetta var. En þetta er eitthvað á því róli. En ég man alltaf eftir því, sem var áhugavert, svona í minningunni, að menn voru að þessu fyrst og fremst vegna þess að þeir höfðu skemmtun af því bara að vera í þessu. Alls konar hross sem var verið að nota, sem enginn líklega læri máls á að vera með á fóðrum. Þessi hross var hægt að fara á bak, svo sem skiluðu mönnum fram og tilbaka og allt saman það. Ef við í dag myndum bara kalla bikkjur, og kannski voru þetta bara bikkjur. Og hver vill eiga bikkju? Með þetta voru menn alveg svoleiðis að þeytast á þessu fram og tilbaka. Þetta voru ekki allt tóm glæsir hross. Þegar þau voru að fara til Reykjavíkur og komu saman við aðstöðuna þar sem að Sörli var til húsa, ég veit ekki hvar þeir eru í dag, en þeir voru þarna upp í Kaldórseli, já, rétti kirkjugarð, þeir eru neðan kirkjugarðinn. Ég heldur sé nú ekki þar, nei, valla eru nú þar lengur, en þetta er komið allt miklu innar í dag. En þarna voru við. Og þaðan fórum við upp á Flóttamannaveginn og riðum hópreið yfir til Fáksheimilisins. Ég ætla ekki verið svona klukkutíma að ríða þetta, ég manna, jú, eitthvað svolítið, þetta var nú ekkert mjög löng leið. Og þetta voru oft alveg bara virkilega flottar stundir sem við áttum. Ég minnist þess aldrei að vín hafi verið haft hönd í þessum ferðum, en voru því miður oft drukknir á þessum hestum. En ég minnist þess ekki að neitt slíkt hafi verið haft hönd þegar að þetta vorum að fara í þessa sunnudagstúra okkar. Svo var annar siður, þá fórum við, ég man ekki hvað hann heitir, vegurinn, suður með sjó, gamli vegurinn, og þá riðum við sem sagt á móti Keflvíkingunum. Það var eitt siður sem var haldinn í lengi, og ég held að hann hafi verið til siðs allan tíman sem að ég er í þessu. Hvernig hann byrjaði hef ég ekki hugmynd um. Kannski hann eldri þessum Reykjavíkurferðum, ég veit það bara ekki. En hann allavega er búinn að vera mjög lengi þegar ég kem inn í þetta, og ég fór nokkra ferðir til móts við Keflvíkingana, og það voru aftur á móti oft svona háar vín haft með og menn urðu drukknir og leiðinlegi kannski. Þannig að það var svolítið það að menn væru að sulla í þessu brennivíni á hestum hér í Einardi, en það er allt saman liðin tíð, og þú sérði ekki drukkin hestamann í dag, en það svo sem getum rétt ímyndaðir Facebook-afhæslurnar ef að það væri nú mikið það. Það komin svona allt önnur hugsun inn í þetta allt saman. En ég fullyrði það
að menn voru í sinni hestamennsku, ekki til þess að verða einhverju frábærir hestamenn, auðvitað, náttúrulega urðu menn það, þeir sem hafðu áhuga á því, ekkert endilega til þess, heldur bara til þess að eiga hross, fara á bak, hugsa hrossið og njóta þess sem að svona útreiðatúrar gefa. Þetta alveg sérstakt líf. Hvað menn síðan gera sjálfur bara val hvers og eins. En svo eins og við vorum að tala líka að þá fóru menn eins og ég segi og fleiri en ég hafa sagt, fóru menn að ríða út eftir bók. Ég man alltaf eftir þessu. Við alveg svolítið veltumstum að láta þannig að við fórum að spá í þetta. Og ég man eftir einum vini okkar, hann gerði þetta, hann var með bók. Hann var bara að fletta í þess og hann var að ríða út. En svo var hann bara kannski frumkvöðlinn í þessu, svo fóru menn að gera þetta meira. Þeir voru auðvitað bara að læra það sem þeir voru að gera. En þetta fannst okkur bara svoleiðis máma. Hvernig nennir maður þessu? Menn vildu bara læra þetta og margir af þessum menn hafa lært alveg hellingu reiðmennsku, fengið þjálfun í reiðmennsku og eru margir mjög flottir reiðmenn í dag, það ekki þetta að neita því. En ég fullyrði það líka að hrossin í dag, þau eru ekki svipur hjá sjón með við það sem að, þau eru ekki lík því sem var þegar ég var í þessu. Maður sér hvern glæsigripinn eftir öðrum og ef þú horfir, að kemur nú fyrir að ég horfi á þessu mót, þá sér maður þessa glæsilegu gripi og ég segi þá, þú sást ekki þessi hross, fyrir hálfri öld, bara sást það ekki. Hvað hefur gerst? Það hefur farið fram að ræktun og þessi ræktun hefur bara skilað þessum flotta árangri. En þeir tímar voru, þetta svo merkilegt hvernig þetta að þarfasti þjónninn, hann var það vissulega hjá bændum til sveita, þegar Ísland var svona meira, var bara eiginlega bænda samfélaga stórun hluta. Þá var hrossið eitt af því sem þú varst að eiga, bara til að geta sinnt bústarrónu. Sama og dráttavélin gerir í dag. Og þú þurftir að eiga nokkur hross. Það dugði ekkert eitt hross, þú varst að vera með nokkur hross. Og þegar þú heyjaðir, þá varstu með kannski, ég veit ekki hvað þú voru með mörg hross, sem að bar heim, þetta voru kannski 10 hross, 10-12 hross, sem að bundin voru í tagli hvort og öðru, svo var einn kúskur, sem leiddi þessi grei heim og þar var fólk sem að tók heybakana og komið fyrir í hlöðunni og þetta voru hestarnir notaði í. Þeir voru ekkert notaðir í neitt annað. Kannski átti húsbóndinn reiðhest, líklega átti hann reiðhest, þeir áttu nú allir reiðhesta þessi kallar. Þessi reiðhestar voru notaðir, bara eins og bíllinn í dag. Þurfti hann að fara eitthvað lengra en svona, ætlaði að vera svona fljótari ferðum, þá lagði hann á hrossin. Oft voru þetta innan gæsalappa gæðingar á þeim tíma og ábyggilega hefur margur góður hestunum verið þar, lengst þar inni, en það var ekkert verið að hugsa það, þeir þurfti ekkert að vera inn í gæðingar, þessir gripir sem voru bara burðardýr og dráttardýr. Þeir voru á undan dráttavélinni. Og svo kemur sú tíð að menn náttúrulega sjá gagnsemi dráttavélarinnar og bændur fara að kaupa til sín dráttavélar fram og tilbaka og þeir sjá náttúrulega að afkasta geta dráttavélarinnar slík að hún jafnast á kannski bara fleiri hross. Þannig við sjáum að tími hrossins þar með að ljúka eftir því sem að dráttavélinni vex ásmegin. Og svo bara eru þessi hross bara út í haganum, út í móanum eða hvar sem og verða svona hálfgert vandamál. En tala hross á þessum tíma sem ákveði vandamál. Þetta hvað eigum við að gera við þessi hross? Þau eru þarna, við erum ekkert að nota þau.
og við þurfum að gefa þeim á hverjum vetri. Og menn svona, fóru að reikna þetta út að þetta væri nú bara aldeilis óhagkvæmt að yfir höfuð vera með þessi hross, eins og við vorum líka að tala hve margir bændur á þessum tíma felldu ekki öll sín hross. Þeir hafa sjálft verið nokkuð margir og maður skilur það vel því að sú staða komin upp að það ekkert not fyrir þetta. En svo byrjar hitt. Eins og ég segi, ég veit ekki hvernig þetta byrjar, en ég giska á að það sé svona milli 50 og 60 sem þetta að byrja. Og hefur kannski aldrei alveg fallið niður. Það voru sjálfsagt menn sem áttu hesta sér til bara gamans og framvegis. Til sveita svo tími þar sem að þessi hugsun uppi. Þeir eru bara fyrir þessir hestarorðið. En þetta, sem sagt, eftir að þetta byrjar, að þá helst þetta við. Menn koma þeim fyrir í útjöðurum bæjarins, alls konar kofahrifli rísa í kringum þessa hesta, ekki allt vandaðar byggingar, í alls konar skúrum og þrífust þar ágætlega, menn hugsaðu þetta vel þetta. Þessi hús voru út allt. Þarna vestur frá sem ég þekki til, ég get svona mann eftir, allavega 4-5 svona húsum, 5-6 hesta húsum sem voru með hrossum í eins og húsið bar. Allavega 5 og kannski voru þau miklu fleiri, ég er kannski búin að gleyma þeir. Þetta var út allt. Og menn voru ríðandi í gegnum bæinn og bæinn þess vegna. Ef við fórum til að mynda vestan frá og upp í Sörla, það var alveg hinum megin í bænum, má segja, þá var alltaf riðið bara í gegnum bæinn. Riðið upp Garðaveginn, eftir Hellisgötunni, þeir sem þekkja til, og yfir á Hverfisgötuna, og þaðan eftir Lækjargötunni og þangað sem að Sörli var, alltaf í gegnum bæinn. Það sagði enginn neitt í því. Þetta var bara partur af þessu öllu saman. En þetta sér þú ekki lengur. Eins og við vorum líka að tala að það var oft svona drykkja í kringum þetta. Það var nú svona ljóður á þessu sem þá. En það ekkert, kannski svona var bara mórallinn þá. Þetta kannski svipað leitið og ekki þótti neitt tiltökumál að togarasjómenn væru bornir borð í togaran að dauða drukknir. Svona bara var mórallinn á þessum tíma og hestamaður sæist fullur. Það var svo sem enginn að kippa sér neitt upp við það. Ég segi í dag bara versti ósiður. Það allt saman hefur breyst. En hestamennska stunduð í dag. Og þetta allt saman orðið mikið breytt. Þegar við vorum að moka undan þessum greyjum og þá var bara hver með sína hrúgu fyrir utan. Og við vorum svo heppnir að við losnuðum alltaf við hrúguna vegna þess að fólk kom og fékk hjá okkur taðið og sótti bara sjálft í poka fyrir garðana sína og þannig að við losnuðum nú alltaf við okkar og ég held að hafa nú verið flestir sem að losnuðu nú bara við þetta með þessum hætti. Og fólki fékk bara frían áburð í blómin sín og í garðana sína og þar fram undir götuna, þannig að allt vann þetta nú svona strangt til tekið saman. En þetta ekki leyft í dag. Mér skilst að þessi hesthús í dag séu með sérstaka þró sem að menn safna í þessum úrgangi frá kannski mörgum húsum. Hvernig þeir tæma þetta veit ég ekki, allir bærinn eða menn kannski sjá bara það sjálfur, en það getur líka vel verið að það sé ennþá þannig að menn komi og fái áburð í sína garða á þess að ég viti það. En þetta var mikið það í eina tíð, menn báðu bara leyfi eða ekki og stundum kom maður og þá var byrjað að tína
úr þessu og það var bara fegin því að það skildi hafa verið gert og stundum kannski gaf mig að leyfi. Það var alveg sjálfsagt mál að gera það. Ég man ekki eftir því að maður hafi þurft að gera eitthvað ráðstafana til þess að losna við hrossataðhauginn fyrir utan. En hann var náttúrulega alveg óhjákvæmilegur því að skepnurnar það skila nú bara frá sér. Hvort sem okkur líkar það betur eða verð. Þannig einhvern veginn vannst þetta nú allt saman. En þetta allt saman breytt, allt vitið það. Það ekkert eins og það var í þann tíð. Húsakosturinn orðinn allt öðruvísi. Hann eins og allt annað í þessum bæjum lýtur skipulagi og það er ekki beint ódýrt að byggja og þessi hesthús í dag, þetta er rándýr hús. Þetta er uppundir það bara eins og að byggja, segi ég, einbýlishús. Allt skipulag, þú sækir lóðir og kaupir, ég veit ekki hvernig það, jú líklega kannski kaupir það, ég veit það ekki. Allavega þarftu að borga einhvað til viðkomandi sveitafélags. Ég held að það hafi nú ekki þurft á þessum tíma. Ég reyndar byggði nú aldrei hesthús en ég keypti einu sinni hesthús. Menn þurftu jú að sækja eða þeir ætluðu að byggja og ég held að menn hafi nú bara fengið einhver ákveðna lóð og jú, þarna máttu byggja og svo bara byggðu þeir sinn koma bara eins og þeim svona, já, hafðu efni til. Þessi hús voru oft bara hinn fínustu hús en það var allur gangur á því. En svo kom að því að þessi skipulagi breyttist. Við vorum þar sem að Norðurbærinn í dag. Þar keyptum við hús af vini okkar. Hvenær fór það? Fyrir 80 þá var það farið. Við áttum þetta í nokkur ár og ég var sjálfur með hross þar í einhver ár. En lauk minni hestamennsku þar og ég held ég geti sagt að ég hef ekki farið á hestbak síðan 72, eitthvað einu sinni, það var í sveit, 90, 80 og eitthvað. Þá var ég í réttunum, aldrei þessu vant og hann bauð mér bóndinn að hvort ég vildi ekki bara reka með þeim féð heim. Og ég sló til og þetta var eitthvað 3-4 tíma ferð með féð og það var bara gaman en þá hafði ég ekki farið á hestbak síðan 72 þegar ég hætti, ég man ekki hvernig þetta var og ég held að ég hef aldrei farið á hestbak eftir það. En ég hefði vel getað gert það því að ég þekki fullt af hestamönnum í Hafnarfirði og ég veit að þeir hefðu ekki meinað mér aðgang að hrossi eða ég bara farið fram á það. En það var nú aldrei neitt af því. Þetta er nú líka þannig, allavega hjá mér, að sumt bara er búið. Það sem er búið hjá mér, ég er ekki svo mikið að sækjast í það. Það eru kostur, jú, ég held að það sé nú bara nokkuð kostur að annarkvort hættir maður allur eða maður er áfram í þessu. Ég var á fullu í þessu og meðan ég var við þetta. En svo kom að því að þessu lauk, maður fann að þetta var farið, að þá bara sagði ég skilið við það. Og hætti að sinna þessu og eins og ég segi, ég hef ekki sinnt þessu neitt síðan ég seldi minn síðasta hest. Ég átti tíma 3 hesta og svo seldi ég minn síðasta hest og það var 72, eins og ég var líka að segja, þá fór ég á hestbak, það ekki verið svona 87. Það var bara vegna þess að ég var í þeirri aðstöðu að mér var boðið þetta og allt til reiðu og ég sagði bara já. Að öðru leyti var ég ekkert að biðja það og það er nú orðið nokkuð langt síðan 87-8 var, ekki? Nei, 89 líklega. Mér saman það er allavega orðið nokkuð langt síðan það var. Síðan hefur þessi feiti kall ekki díið á hestbaki, mann alltaf eftir því þegar að þessu kom, þá var ég nú ekki grannur og sætur, jú, var náttúrulega sætur,
en ekki grannur og ég horfði á bumbun á mér og á hestinn og maður bara, maður getur ekki lagt þetta á skepnuna að bera þetta flikki maður. Og ég nefndi þetta við kallinn, ég var allt og feitur maður, hann kiknar undan og lessa, hann hafði ekki áhyggjur á hrossinu maður, veit ekki af þér. Ok, ég tók bara við þessu og svo sá ég það að hann vissi ekki af mér eins og baki maður, þetta alveg ótrúlega öflugar skepnur og eftir þessa 3 tíma reið og alla með hann að feita kalla á bakinu, blés ekki nös og við fórum bara svona nokkur rætt yfir, eða þannig séð. Þetta eru alveg ótrúlegar skepnur þessi hross og maður gat nú ekki annað að borið virðingu fyrir þessari blessaðri skepnu því maður var með þessa hugsun og ég var ekkert að djóka neitt. Ég hugsaði þetta, maður getur ekki allast þess að maður getur ekki lagt þetta á hrossið og horfði svo á bumbun og sjálfum sér. Það vissi ekki af mér. Hann hefur kannski haft bara meiri skemmtun að því að hafa mig á bakinu heldur en ég nokkuð tímann að fara þessa ferð, en ég hafði mjög gaman að henni. En þetta er líklega loka reiðferðin mín, já, 89, það er eitthvað 32 ár síðan, 3 ár. En þetta er svona mín uppurauðvíun af þessu og ég segi það að við á þessum tíma erum að þessu vegna þess að við höfum gaman að þessu. Við vorum ekki fólki sem vorum endilega að keppast eftir því að fá bikarinn og verðlaunaskildina. Allavega var ég ekki í því og þeir menn sem voru í kringum mig vorum ekkert að velta því neitt fyrir sér. Svo fór það að fæðast hjá sumum af þessum mönnum og það er með það í dag að sumir af þessum mönnum sem ég var með í þessu, þeir eru ennþá við þetta. Nokkuð stór hópur sem er ennþá við þetta. Það er merkilegt, ég veit ekkert það. Sumir bara hafa gaman að sumu bara áfram. Ég var aftur á móti, hafði gaman að þessum tíma, svo lauk því. Allt í lagi með það, menn gera þetta bara eins og þeir vilja. Þannig að hesturinn hefur svona ásýna svolítið sérstöku sögu í landinu og eftir að ræktunin kom inn í starfið að þá sérðu ekki þessar svokölluðu bikkjur en þú sér hvern glæsi hestinn eftir öðrum. Og í dag eru talsverðir peningar í þessum hestabransa á þess að maður sé neitt að þetta fingur út í það, þetta er bara komið á þennan stað í dag. Og menn með alls konar viðskipti í kringu þessa hesta og það verið að selja graðhesta á alveg milljónir þegar ekki. Ef þeir eru þannig sé góður stofn. Þannig að það eru konir svolítið peningar í þetta og það mátti svo sem alveg breytt með bara unnu fyrir þessu og tók af sínum launum þar sem það kostaði að vera með þetta. Það þurfti að kaupa hey og annað, þetta var bara úr eigin vass. Og það var nú eitt, það þurfti að sinna þessu öllu og sumarið fór í það að kaupa einhvers staðar hey, bagga og við gerðum það nú mikið á bæ einum út á Álftanesi og Stuttafara og við þurftum að fá vörubíl og við pöntuðum hann og svo stöfluðum við í hlöðurnar, söfnuðum saman liði og svo að gengi í það að kaupa það hey sem að talið var þurfa yfir veturinn og það var yfirleitt alveg nóg, við áttum alltaf nóg hey til en kannski ekki neinar byrðir þannig við gátum að rekna þetta nokkurn veginn hvað við þurftum og það slapp alltaf, ég man aldrei eftir því að við þurftum að fara að fá hey einhvers staðar lánað en stundu konu fyrir að við lánuðum hey en það var svona áhöldum það hvort það kemur tilbaka en það var ekkert verið að pæla neitt svo mikið í því. En hérna er þetta ekki alveg bara ágætt hjá okkur í dag og ég trúi því að þú hafa nú haft einhverja gleði af þessu en það er svona bara spjall, upprifjun, samt reynir maður að fara eins nálægt sannleikanum og maður kann og getur. En hérna Konráð kveður og við hittustum bara kannski fljótlega aftur.
Hljóðmyndin mín þakkar áheyrnina og þakkar einnig fyrir að þið gefið ykkur tíma til að hlusta. Í Jesú nafni.